Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Spekileiki ekki bara milli landa, heldur nær hann líka milli landshluta, eða getur orðið milli landshluta. Og ekki verður það í alvörinu þannig að akureyriskur ráðherra hagræði háskólann á Akureyri út af borðinu. Þetta eru ögrandi ummæli. Ég að lesa upp úr Beittri og að mér finnst velskrifaðri grein sem ég rakst á Facebook. Það ef allt í lagi hjá okkur, þá erum við með Aðalbjörn Jóhannsson á línunni. Heyrirðu í okkur fyrir norðan, Aðalbjörn? Heldur betur, allt eins að vera hérna. Já, finnst þér ekki gaman að heyra einhvern ókunnuga mann lesa upp úr grinniðinni? Þetta, jú, náttúrulega sko norðlenska stolti, og egoið, það vex aðeins með því, sko. Það gott að heyra að hlutinir eru að dreifast, því að eins og ég hef rætt og eins og ég segi í greininni sjálfur, sko, að það sem að okkur hefur vantað, það að fá umræðina svona víðar í samfélagið og alltaf heyra að það að takast að einhverju leyti. Já, þú ert þér að spjalla við mig. Já, nákvæmlega. Það eitthvað. Tugir þúsundar hlustenda og áhorfenda sem að heyri í okkur, eða munu heyri í okkur. Sko, ef við byrjum á því að þú setir kannski áhorfendur og hlustendur inn í hvers vegna ég hér að vitna til hugsanlegs spekileika og við erum að tala að Logi Már Einarsson eigi verkefni framundan. Segðu okkur hvers vegna þú skrifaðir þessa grein. Málið náttúrulega að það hefur verið núna síðustu ár, og ekkert óbúslega mörg ár, en síðustu ár, það hefur verið svona yfirvofandi þessi hugsanlega samning milli Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst. Og það hefur farið fram innan Háskólans töluverð umræða sem að mér hefur ekki þótt hafa náðst út í samfélagi, allavega ekki eins mikið og ég hefði viljað sjá, en þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir bara alla, en sérlega nær samfélagi fyrir norðan. Við förum þetta og höfum tekið þátt í þessu samtali og þessari umræðu stúdentar við Háskólann á Akureyri. Ég stúdent þar sjálfur í dag að nema félagsvísindi við Háskólann. Já, og sameining sem sagt ykkar við hugsanlega við Bifröst, það er í kjarnamálsins. Háskólann Bifröst. Já. Og það sem við höfum tekið eftir í umræðinni innan Háskólans, eins og hefur verið, að þar óbúslega mikið af þar eru áhyggjur alveg bæði meðal stúdenta og starfsfólks líka og kennara, og maður hefur heyrt þær og maður hefur heyrt að þar eru alveg háværar innan skólans og þar beinast kannski helst að því að ef af mögulegri sameiningu verður hvað við höfum í höndunum til þess að koma í veg fyrir það að bæði starfsfólk og nemendur verði í sífellt meira mæli bara á höfuðborgarsvæðinu. Og það er ekkert það er kannski ekkert skrítið að við hugsa það vegna þess að við höfum hort til dæmis til bara Bifrastar eins og það er, og nú ég ekki að gagnrýna námið eða námsframboð á Bifröst, óbúslega mikið af flottu fólki sem er þar og hefur verið að stunda þar nám. En Háskólinn á Bifröst ekkert á Bifröst í dag og við höfum bara gott fordæmi þar fyrir því hvernig lekinn hefur verið úr borgarfirðinum og yfir í bara borgartúnið í Reykjavík. Já, það er eftir að vitna til þess að það er ekki kennarar við skólan sem búa á Bifröst, þeir eru í Reykjavík og svo framvegis. Algjörlega, og það sem við hér á Norðurlandinu og sérlega í Akureyri og nærsamfélaginu hér höfum fengið að njóta síðustu áratugina, það er að háskólasamfélagið hefur byggst upp í kringum háskólann, ekki bara innan háskólans, sem hefur þýtt meiri nýsköpun, það hefur þýtt rannsóknir á högum og á samfélaginu, sem hefur nýst við ákvörðunartöku, sem hefur nýst til þess að við höfum getað bætt samfélaginu kring. Menntunarstig hefur líka aukist. Það er að segja að það er ekki tilviljun að hversu hátt menntunarstig til dæmis bara innan grunnskólana samanborið við ýmsa aðra landshluta, vegna þess að hér náttúrulega bara hefur verið mjög gott öflugt
kennarafræði nám. Já, þú ert að vitna til þess að það séu þokkalega margir lærðir kennarar eða eiginlega allir sem kenna við grunnskólana séu lærðir. Já, og bara svo staðreynd að námið sem hefur verið hér á Akureyri að það ofboðslega aðgengilegt fyrir okkur sem erum hérna á svæðinu og Akureyri hefur stór fé. Það sparið ykkur stór fé, hérna búferlaflutningar náttúrulega kosta gríðarlega peninga ef maður þarf að fara í aðra byggðir til þess að stunda nám, hvað þá til annarra landa. Já, og svo gleymist það líka sko að þau okkar, því að nú ég ekki Akureyringur sjálfur, þó ég hafi fallið fyrir bænum, að ég kem hérna úr svona nákvæmlega byggðum en kýs að flytja til Akureyrar til þess að stunda mitt nám sem náttúrulega líka ég ákveð að flytja yfir höfuð þannig að ég flytt úr einu samfélagi á Norðurlandi yfir í annað og þó ennþá í svona nákvæmlega samfélagi en hefði annars þurft að flytja á höfuðborgarsvæði eða út fyrir landsteinana og þetta hefði getað þýtt það að maður festir rætur þar og kemur ekkert endilega tilbaka heldur. Þannig að þessi spekileki sem við erum að tala og það sem við erum ágjur af það snýr ekki bara að því að við séum að horfa til þess að mögulega séum að missa starfsfólk, rannsakendur, einstaklega innan háskólasamfélagsins í meira magni suður. Heldur setja líka fólki sem kemur til að nema og við vonumst þess að haldi áfram búið hérna í samfélaginu. Við höfum ágjur af því að þessi einstaklingar komi til með að fara og komi ekki aftur. Já, ég nú gamall eins og af grunum á sjá og man vel upp af háskólans á Akureyri og vann við að flytja fréttir af því held ég bara og það lá alveg skýrt fyrir að þegar háskólan á Akureyri hefur starfsemi sína þá eru menn að tala byggðamál, byggðafestu og allt það og þótt sem sagt rætt hafi verið að forræði Háskólans á Akureyri við sameiningu við Bifröst ef hún verður að það verði á Akureyri þá telur þú samt að ekki verði nóg að gert. Það sem ég og fleiri sem höfum svona, það sem við höfum áhyggjur af það að þessi umræðum að höfuðstöðvarnar verði áfram á Akureyri að hún verði fyrst og fremst táknræn. Og ef að starfsemin ekki með kjölfestu hérna líka að þá rauninni séni sjálf hætt vegna þess að hvað gerist þá ef að meiri hluti starfseminnar bara komin á höfuðborgarsvæði vegna þess að þar gróskan, þar ef að fólk að sækja stöður og það ekki ætlast til þess að það þurfi að kenna nokkuð eða sinna neinum rannsóknum á Akureyri eða fyrir norðan. Hvað gerist þá þegar stjórnsýslan innan háskólans þegar það bara farið að valda vandamálum og hún sé fyrir norðan en ekki á höfuðborgarsvæðinu þar sem þorri starfsmanna gæti orðið. Ég hef ekki áhyggjur af því að það gerist 1 og 3 og persónulega fyrir mig á meðan ég í námi, ég hef ekki áhyggjur af því að háskólinn hverfi á meðan ég hér en ég er miklu meira áhyggjur af því hvað það þýðir til lengri tíma að það gerist hægt og rólega, þetta svona leki frá okkur af því að á meðan þessi umræða með höfuðstöðvar yrðu áfram á Akureyri aðeins táknræn en ekki með einhver kjölfestöðu sem ég var að segja áðan að þá finnst mér vanta allar svona mér finnst vanta forsendur fyrir því að við sem að búum hérna á svæðinu getum treyst því að þessi raunverulega langtíma áætlanir í kringum þennan háskóla séu gerðar með hagsmuni nærsamfélagsins í huga. Já. Sko, ef ég man rétt þá hófst háskólinn fyrir norðan, það var sjávarútvegsbraut, það var hjúkrunarfræðibraut, það var kennsludeild en síðan hefur náttúrulega námsframboð aukist. Þú vilt auka það enn meira. Þér finnst að í stað þess að vera sameinast með öðrum þá eigi námsval að aukast í háskólanum á Akureyri ekki satt. Sko ein af þessu röksemdunum sem röksemdafærsla sem hefur verið gefin fyrir þessari sameiningu sé það að þetta kom til með að efla nám, kom til með að efla rannsóknir og í raun og veru þetta háskólaumhverfi sem á Íslandi en það hefur ekki ennþá komið fram endanlega útskýring á því hvers vegna þurfi sameiningu til þess að framkoma þessa hluti vegna þess að ég þekki það að hafandi starfað í pólitík og þekkjandi kerfið ágætlega að allt fer þetta bara eftir vilja og hvað menn vilja gera
En varðandi námsframboð hér, við erum að horfa fram á það að það eru vinsælar námsleiðir þar sem við erum að horfa á mikið ungu fólki, flest búferlum suður vegna þess að þessar námsleiðir er ekki í boði hér á Norðurlandi og ég nefni sem dæmi íþróttafræði. Það eru 2 háskólar á höfuðborgarsvæðinu að kenna íþróttafræði en engin á Akureyri eða Norðurlandi með alla þessa grósku í íþróttum og félagsmálum sem eru hér til staðar nú þegar. Þannig að ég skil ekki af hverju við erum að senda allt þetta fólk suður. Eins með listgreinar, við erum með öflugan flottan og mikla sögu á bakvið myndlistaskólann á Akureyri. Hvort ekki væri hægt að vinna frekar í samstarfi við það sem nú þegar er í gangi, efla listsköpun. Við erum með námsbreytir þar sem ég veit sjálfur til þess að fólk er að sækja eins og í arkitektur í listaháskólanum en fær ekki pláss vegna þess að það er bara takmarka rými. Og þetta arkitektúr til dæmis er námsbraut þar sem þarf að kenna á staðnum og í staðnámi sem þýðir að það eflir enn frekar grundvöll fyrir því að hér sé starfsemi allt árið í staðnámi. Þannig ég vil frekar horfa til þess, hvað höfum við hérna á Norðurlandinu og Akureyri og hér í kring sem við getum nýtt til þess að efla og sýna fram á að háskólinn á Akureyri er einstakur háskóli. Akureyri er einstakur bær á Íslandi fyrir það að vera eini háskólabær landsins. Hvað getum við gert til þess að efla þetta enn frekar? En ég komst að því eftir að hafa byrjað í háskólanum og að þetta er svona upplifun þess að vera hluti af háskólasamfélagi er miklu meira heldur en bara að mæta í fyrirlestra og kennara. Skiptir máli að aðstaðan sé almennileg og að hér sé gott félagslíf, að hér sé gott samstarf milli nemenda á mismunandi fagsviðum. Þannig að ég sé umtalsvert mikla möguleika til þess að háskólinn geti haldið áfram að vaxa og dafna á þess að endilega þurfa að fara í sameiningar á forsendum sem við skiljum ekki alveg og það er annað sem hefur ekki komið fram að því við nefndum Loga Einars ráðherra. Við stúdendar við háskólann á Akureyri, við vitum ekki hver afstaða ráðherra eða ráðuneytisins er til þessara sameiningar. Hafið þið reynt að afla hennar? Já, það hefur verið erfitt og við höfum kallað eftir því en við höfum ekki fengið og það sem að gerir okkur svo erfitt fyrir að mynda okkur almennilega afstöðu til þess hvort að þessi sameining sé raunverulega eitthvað sem að við höfum eitthvað að segja er að við vitum ekki hvort að það sé hreinlega valkostur að segja nei. Já. Og þið í greininni brýnirðu einmitt Akureyringa til að ganga á þingmenn og aðra er það ekki að fá skýr svör. Algjörlega, ég hef spurt sveitarstjórnarfólk hérna í sveitunum í kring hvort að þetta hafi verið eitthvað rætt á vettvangi sveitarstjórnarmanna á Norðurlandi. Já. Og fæstir kannast við það. Ég veit til þess að á bæjarstjórnarfundi hjá Akureyrarbæ 1. apríl á þessu ári þá var þetta mál rætt og þar kemur og það er hægt að sjá þar ákveðna umfjöllun málið og koma efasemdaraddir í ljós og áhersla á mikilvægi Háskólans á Akureyri fyrir raun og veru líka bara markaðssetningu bæjarins og samfélagsins hérna. En á sama tíma er engin umræða almennileg í samfélaginu og maður heyrir ekki að bæjarstjórnarfólk hér eða fólk í pólitíkinni hérna sé að beita sér fyrir því að passa upp á það að háskólinn verði áfram öflugur á svæðinu. Það er eins og þegar ég segja þetta og kalla fram þessari spurningu hvort að sameining sé bara einkamál ráðherra rektors þá er það ekki vegna þess að ég sé að lýsa yfir vantrausti á rektor Háskólans á Akureyri sem að mínu viti hefur verið að vinna óbúslega góða vinnu og gott starf í hag háskólans. En það sem ég er að segja er að það virðist að miklu leyti sem svo að fólki sé bara sama og gerir sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað það er mikið hagsmunamál. Já, ég skil. Og þú nefnir líka að háskólinn á Hólum, hann er jú að missa sitt sjálfstæða forræði, verður hluti Háskóla Íslands, þannig að sérstæða ykkar, það er enn brýnna að þínum mati fyrir ykkur að vígirða Háskólann á Akureyri haldunum með sitt nafn og með sína stefnu alveg sjálfstætt. Algjörlega og eins og segið, eftir að Háskólinn á Hólum fer inn í þessa háskólasamstæðu núna áramót
þá eru eftir 2 háskólar á Íslandi sem að eru með svona kjarnastarfsemi svo sem út á landi og í raun og veru bara háskólinn á Akureyri vegna þess að Landbúnaðarháskólinn er líka með hluta sem kjarnastarfsemi á höfuðborgarsvæðinu. Og það er staðreynd og við þekkjum það báðir að veruleiki okkar sem búum hérna út á landi og samfélagana sem hér er töluvert ólíkur veruleikanum sem að býr í mun stærra og þéttara samfélagi sem þarna á höfuðborgarsvæðinu og við sjáum þetta bara í áherslum í rannsóknum og í nýsköpun að ef það er ekki starfsemi þar sem þeir aðilar sem koma að þessari vinnu ef svo starfsemi og þessir aðilar eru ekki lifandi og búandi í þessum samfélögum sem við viljum efla að þá verða þessar áherslur þeirra í sínum rannsóknum sinni vinnu þær verða aldrei með hagsmuni nærsamfélagana raunverulega í huga eða með þekkingu og reynslu af því hvað það er sem þarf að leggja áherslu á. Já, að þú nefndir áðan þú ert ekki að tala fálæti en þú nefndir áðan að það væri lítil umræða þetta mikla hagsmunamál til dæmis á vettvangi sveitarstjórnarmála í héraði og svo framvegis þá þetta ekki nýr umræðupunktur þegar ég bjó fyrir norðan og var þarna að skrifa norðlenskar fréttir og var með blað og allt það þá allmargar fyrirsagnir aftur í tíman þar sem að fólk undraðist að einhverju leyti að það væri svona eitthvað bil á milli pólitíkurinnar í bænum annars atvinnulífs en Háskólans á Akureyri og stundum heyrði maður að það væri svona eins og fljót rinnið þarna á milli og enginn vissi alveg almennilega af hverju. Ertu með eitthvað innlegg inn í þetta? Tengirðu við þessa umræðu aftur í tíman af því að það er ekki þannig að sveitarstjórnarfólk og ráðamenn á Akureyri ákveði sjálfir að háskóli rísi heldur kemur það náttúrulega sumpart úr öðrum áttum að þá sé ennþá svona land að vinna fyrir háskólan í eigin heimabyggð. Ég held að þetta sé töluvert þessi gagnrýni á alveg rétt á sér. Ég held að það sé alveg klárt mál og ég heyri það alveg að það er sjálfsmynd Akureyringa, Háskólinn á Akureyri er hluti af sjálfsmynd Akureyrar og Akureyringa en ég heyri það alveg á því þegar ég er að tala við fólk hérna almennt og sérlagi fólk sem hefur kannski bara búið hér alla sinni ævi að það er ekki endilega það er eins og fólk viti ekki alltaf eða hugsa ekki alltaf út í það hversu samtengdur háskólinn er samfélaginu hérna í raun og veru. Já, eins og það átti sig ekki á áhrifamætti Háskólans á Akureyri. Nei, og hvað það nær víða og þetta er ekki bara, því nú nefni ég nýsköpun þetta er ekki bara nýsköpun rannsóknir, þetta hefur líka að gera bara afleidd störf, það hefur að gera með til að mynda bara allir mínir samnemendur sem að koma hérna inn í bæinn eða ákveða að búa hérna áfram vegna þess að geta verið í háskóla. Þetta er fólk sem er að ganga í störf hérna, snerti líf flestra, þú hittir háskólanema hérna Akureyri nánast hverjum einasta degi ef þú gengur bæinn. Þannig að þessir ég held að sé alveg sanngjarnt að segja að á einhvern máta hefur mistekist að staðfesta þessi tengsl í huga fólks allavega miklu leyti. En svo er það líka alveg rétt að kannski mætti vera meiri meðvitund það líka að hvernig hægt væri á meðvitari máta byggja samfélagið og háskólann upp í sameiningu. Þannig að það dylst að einhver sem til dæmis í sjávarútvegi hvað nýsköpunin í kringum háskólann hefur gert fyrir greinina hérna á Akureyri. En það er kannski ekki eins ljóst á öðrum sviðum. Nei, kannski hefur haft einhver áhrif í upphafi þessara sögu að þú minnist til dæmis á það í greininni að fjöldi alþjóðlegra kennara, fólk sem kemur frá öðrum löndum, kennir við Háskólann á Akureyri sem náttúrulega gerir bæinn fjölbreyttari, menningar aukja því. En það var svona eitthvað kurr þarna stundum, það voru sem sagt margir erlendir fræðimenn sem voru í hópi fyrri kennara skólans og svo var til tegund af kennurum sem kölluðust flugkennarar, þeir bjuggu í Reykjavík, komu fljúgandi norður
og flugu svo aftur suður en þetta hefur breyst mjög í seinni tíð og ég held að það kannski eitthvað sem að almenningur áttar sig ekki á að ætli það sé ekki þannig með svona fleiri en færri ráðningar í seinni tíð að upptökusvæðið sé að miklu leyti virt þarna í nágrenni háskólans þegar kemur að því hvaðan kennarar og starfsfólk kemur. Sko ég finn það alveg klart sko að svona, ef ég tek bara síðasta vetur sem dæmi þá erum við kennara sem að byrjar veturinn á því að fljúga sig á milli en fljótt búin að gefast upp á því og komið í íbúð til þess að búa í það minnsta í gegnum veturinn vegna þess að fólk finnur bara fljótt fyrir því og það kannski líka það sem að skipta svo miklu máli að störf kennara eru kannski minnst fyrirlestarnir sjálfir og meira þáttaka í háskólasamfélaginu öllu og að þú nefnir þessi alþjóðlegu kennara að þá hefur það haft alveg skýr og augljós áhrif á háskólabæinn Akureyri, á Akureyri og það hversu alþjóðlegur hann í raun og veru. Já. Og að því ég hef nú verið að stunda sjálfur rannsóknir og hafa hluta mínu starfi núna í sumar að ræða við innflytjendur á Norðausturlandi og fólk nefnir þá, innflytjendur hafa margir hverjir nefnt það sérstaklega að andrúmsloftið á Akureyri sérstakt fyrir Ísland fyrir það að það virðast ekki vera sömu, nú vil ég kannski beint segja fordómarnir, en það að segja að það virðist vera að fólk gefi sér síður að erlendir aðilar á Akureyri séu innan gæsalappa erlend vinnuafl. Fólk virðist vera vanar því að fólk komi hér til þess að nema eða til þess að kenna og það bara hreinlega þannig að vegna þess að fjölbreytnin meiri fjölbreytnin í störfum og fólk horfir til Akureyri sem háskólabæjar. Það þýðir að fólk hefur einhvern veginn meiri ímyndar fjölbreytni varðandi sig sjálft og það hefur haft mjög jákvæð áhrif bara á ímynd og á framkomu fólks til innflytjenda hér á svæðinu líka sem ég held að verði alveg að halda á lofti líka að þetta hefur áhrif líka bara á jafnrétti og jafnræði innan samfélagsins. Já. Hvað ertu að stúdera sjálfur? Ég að stúdera félagsvísindi. Já. Þá sem sagt taka BA-gráðu í félagsvísindum eða ertu komin lengra? Ég að taka BA-gráðu í félagsvísindum og þetta eitt af þeim námum sem að ennþá kennt að mjög miklu leyti í staðnámi. Já. Og þetta eitt af þeim námum sem að kennt, þetta mjög alþjóðlegt, þannig að við erum með einmitt þessa kennara sem að koma hérna til að kenna og það óbúðslega skemmtilegt að tala við, að vera í kennslu á ítölskum kennarar fyrir hádegi og bandarískum kennarar eftir hádegi og þeir tala báðir íslensku. Já, Giorgio. Giorgio, þú kannast hvaða. Ég kannast þetta alveg. Ég sjálfur með háskólagráðu úr félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Já, akkurat. Og ég get borið saman BA-gráðuna mína úr Háskólanum á Akureyri og MA-gráðuna mína frá HÍ og ég get alveg sagt það að menntunin sem ég fékk í BA-hlutunum, hún var ekki síðri heldur en MA-hlutin við HÍ, þannig að ég tel mig hafa verið þakklátan að hafa stúderað við Háskólanum á Akureyri. Það er óbúslega gott að heyra það, sko, því það metnaður. Já, og svo kenndi ég nú þarna síðar og þetta náttúrulega höfuð forsenda þess að bærinn hefur náð þeim blóma sem hann hefur náð í mínum huga en það eru flóknar breytur í þessu, sko, menntunarstig Akureyringa sem aldrei hafa flutt úr bænum og það hlutfall alveg þokkalega hátt. Það er ekkert mjög hátt menntunarstigið og þetta hefur aldrei verið alveg svona, hvað maður að segja, beinn og breiður vegur. Það hefur alltaf svona svolítið verið smá tók á þessu sviði ef ég lýsi minni upplifun að því, en ég er nú ekkert að rukka þig um þitt sjónarmið í þeim efnum, bara svona aðeins að koma því að, við getum bara lítið á það sem komment. En mér finnst það mikilvægt að taka það fram líka, sko, að nú fórum við feðgar byrjuðum báðir í námi núna í síðasta haust. Skemmtilegt. Já, hann var í námsleyfi, pabbi hann skólastjóri, fyrir námsleyfi og fyrir nema við bæði HÍ og HA. Já. Og svo ég vitni nú í hann, sko, að það fann hann mjög greinilega fyrir því að það var töluverður munur á háskólasamfélagunum við þessa skóla.
og það rímaði alveg við það sem við mína upplifun af því að eins og til og með þegar ég sækjum skólan að það var allt miklu einfaldara, miklu manneskjulegra fannst mér, að ég sæki bæði í HA og HÍ og það svona aðeins að velta fyrir mér hvað ég vil að ég síðan fæ svör og vel HA á endanum að það var einhvern veginn, það var allt manneskjulegra, það var allt einfaldara við umsóknarferlið hérna í Háskólanum á Akureyri og svona maður fékk meira á tilfinninguna að þrátt fyrir allt að þá væri maður svolítið svona velkomnari. Já, þú fannst að þau langaði í þig, þú skiptir máli. Já, það má alveg segja svo leiðis, það er alveg klárlega og við feðgar vorum báðir sammála því og bara í öllu umhverfinu og viðmótinu gagvart nemendum og það er það sem við finnum svo sterkt hérna að það verður hluta sjálfsmynd manns að vera háæðingur sko. Þú veist, að meðan félagar mínir sem að fóru margir hverjir í stjórnmálafræðina í HÍ eða jarðfræði eða hvað og þau kenna sér öllu deildina sína en við hérna við HA, við erum háæðingar. Já, þeir eru lið, þetta er svona... Já, þetta er bara eins og að vera íþróttalið sko. Það er já, þannig að og þetta er óbúslega gott sko og ég finn það að ég byrja tiltölulega seint í háskóla, 32 ára. Já. Að ég finn það samt sko að ég er jafn gildur í þessu háskólasamfélagi eins og krakkarnir sem að byrja eftir 20 Já. Og mér meðtalið það að ég er samt bara einhvern veginn á miðjum aldrei þarna að því að Já. sem er í námi með einstaklingum sem eru komnir yfir 60. En þú ert örugglega versta martröð sumra kennara að þú ert komið með svona þroska og aldur og sjálfstæðan vilja og spyrð óþægilega spurninga, ekki satt? Það getur vel verið sko, þeir getur sagt ýmislegt en jú, það er maður finnur það, maður er aldrei ég græði á því að hafa lifað aðeins áður en fyrir háskóla Já. Og það er það sem að kannski við höfum svolítið áhyggjur af því að hverfi svolítið verði háskólinn bara að þessi tækifæri fyrir okkur sem erum líka komin aðeins lengra í lífinu heldur en bara nýútskrifuð úr framhaldsskóla að það hverfi svolítið þetta tækifæri fyrir okkur að koma og vera hluti af þessu samfélagi sem að Háskólinn á Akureyri er og það bara, ef þetta fer allt bara í fjarnám að þá held ég að voðin sé vís vegna þess að ég get alveg sagt þér sko að vegna þess að ég er náttúrulega alltaf inn á háskólasíðunum eða inn á síðu háskólans að þá virðast samfélagsmiðlar vera búin að átta sig á því að ég er í háskóla og ég fæ daglega frá tugum háskóla auglýsingar hérna það, frá Svíþjóð, frá Þýskalandi, frá Bretlandi og reyna að fá mig í fjarnám frá sínum háskólum. Og ef við ætlum að leggja einfalda áherslu á fjarnám umfram allt annað að þá erum við ekkert bara að keppa við Háskóla Íslands sem að taka kipp og taka stórt stökk í sínu fjarnámi heldur erum við bara hreinlega að fara í alþjóðlega samkeppni sem að ég held að háskóli á landsbyggðinni, hvort sem það er ef af þessu sameiningu verður, eigi mjög erfitt með að keppa við ef það missir sín einkenni og missir sína tengingu við nærsamfélagið. Það held ég að sé bara, þá getum við bara hvatt þetta sko. Þú nefndir áðan að þú hefur tekið þátt í pólitík, má ég spyrja fyrir hvaða flokk? Ég er þingeyingur. Þannig að ég er uppalinn framsóknarmaður. Já, eins og ég. Það var ekkert annað í boði. Það var ekkert annað í boði, sko, og margt kynntist mörgu óbúslega flottu fólki í það, sko. En ég tók UB og var lengi vel og var í starfandi innan Vinstri grænna. Já. Nú er ég svolítið bara svona, leyfi mér að fylgjast með umræðinu allstaðar og Þú ert landlaus eins og fleiri. Já, ég finn vald mitt í því að geta kosið þann sem ég vil. Já. En ég er klárlega vinstra megin. Það er eins og kannski margir í félagsvísindum vilja verða. Heldur það hefði verið betra fyrir þig núna að vera í Samfylkingunni af því að Logi er í Samfylkingunni og pólitískar ákvarðanir eru pólitískar ákvarðanir? Það hefði kannski verið beinni leið. Já. Ég veit ekki, sko, mín upplifun er svo að eftir að hafa alist upp sko, í einum stjórnmálaflokk og fært mig tiltölulega ungur yfir í annan og ég var í framkvæmdastjórn Ungra Vinstri grænna á tímabili og ég var líka, og þar áður var ég starfandi innan ungra framsóknarmanna. Já. Og ég heyrði bara óbóðslega mikið því sama sitt hvorum megin við línuna. Já.
Og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum sérlega þegar við erum að tala um eitthvað svona staðbundi þá held ég að sé óbærslega mikilvægt fyrir okkur að vera ekki of föst á ákveðinu flokkslínu Já. Að því ég heyri það alveg að þegar ég tala við svona sveitastum af pólitíkusa að þeir stoppa oft við og vilja ekki svara spurningum fyrir þeir eru búin að spyrja að því hverju þeir eiginlega svara. Já, einmitt. Akkurat, ég tengi við þetta, ég man eftir þessu úr blaðamennskunni fyrir norðan. Já. En sko af því að þú ert nú aðeins að svona hvetja Loga Má brýnan til dáða með því að nefna hann sérstaklega í þessari grein og talar um að hann sé að hafi rætur hans líki og Akureyri. Síðan þú skrifaðir þessa grein, hefur eitthvað heyrt frá honum eða hefur einhver heyrt frá honum eða hefur hann eitthvað sagt eitthvað? Ekki við mig og ekki við stúdentaráð. Nei. Og eins og ég segi sko ég átta mig líka fyllilega á því að þetta er vegferð sem hófst í öðru ráðuneyti eða undir öðrum ráðherra. Jú. Og það eru alls konar sögusagnir í gangi sem að við stúdentar, við vitum ekki hvað er satt og hvað er ekki satt. Segðu okkur sögusagnirnar, það eru spennandi umræðefni. Já, og ég meina ég sem hefur verið aktífur í pólitík, ég hef alveg heyrt þessa og maður þarf ekki að vera mjög það þarf ekki að vera mikið innsæi til þess að sjá það þegar háskólinn Akureyri fer af svona miklu þunga í sameiningarviðræður sem að hvorki stúdentar né starfsfólk almennt virðist hafa áhuga á að þá hefur verið einhver ytri þrýstingur á það og það hafa náttúrulega verið sögusagnir það innan háskólans og utan líka og innan pólitíkurinnar að það hafi verið settur þrýstingur á háskólanum annarkvort sameinist eða þá að þeir verið neyddir í sameiningu og þá hafi þeir lítið val það. Og þar kemur þessi umræða sem hefur verið að háskólinn á Akureyri muni fara bara undir Háskóla Íslands sem og væri bara útibú að sunnan eins og við Norðlendingar kannumst við og það er náttúrulega eitthvað sem að engum líst á og ég hef alveg heyrt það líka eins og til að mynda bara þegar verið var að stofna Háskólann á Akureyri að það mætti ákveðinni mótspyrnu innan Háskóla Íslands þannig að við vitum ekki alveg hvernig sú vegferð myndi líta út en ástæðan fyrir því náttúrulega að við höfum verið að leggja svona mikla áherslu á það að fá afstöður á þeirra er að vita hvort að staðreyndin sé virkilega sú að ef að Háskólinn á Akureyri eða fulltrúar háskólans sem að koma til með að taka þessa ákvörðun ef að þeir afþakka þessa sameiningu eða ákveða að draga sig úr þessum sameiningaviðræðum hvað þýðir það? Fær það háskólinn það frelsi að halda áfram að þróa sig eins og hann hefur verið að gera síðustu áratugi eða verður honum gert að fara bara einhver aðra sameiningu í nafni hagræðingar þó að menn í raun og veru í nafni hagræðingar þó að sé í skjóli einhverja afsakana. Þannig að við þurfum að einhvern veginn að fá að vita þetta því að það er svo erfitt fyrir okkur að taka einhverja afstöðu til málsins öðruvísi en að fá að heyra það bara beint frá ráðherra og ráðuneyti að þið getið skoðað þetta mál og yfirlýst á sameiningu eins og hún mun líta út vegna þess að það er búið að gefa það út að ákvörðun verið tekin fyrir áramót. Hún er tekin fyrir áramót núna hvort af þessari sameiningu verður eða ekki. Já. Og ef að staðan er svo að ráðherra segir þið megið sameinast eða viljið og þetta lítur vel út en ef ekki þá breytist ekki neitt. Já. Þá getum við tekið allt aðra ákvörðun heldur en svo ákvörðun sem er tekin í einhvern veginn skugga þess að þetta sé ekki raunverulegt frelsi, heldur sé þetta einhvers konar þvingun. Já. Og það er mjög óþægileg tilfinning. Einmitt. Ég ætla að taka undir með þér þegar þú nefndir áðan að þú lítur á að helstu gæði þíns náms sé ekki síst þau að þú ert í staðnámi og ég var einmitt líka í staðnámi þarna fyrir norðan sínum tíma og ég hef líka verið í fjarnámi og stundum dettur mér í huga að þótt eins og fylgi heilmikil hagræðing og ákveðið þægindi fyrir fólk að vera svona mikið í fjarnámi að þá eigum við á einhverjum tímapunkti eftir að sjá að það gengið á langt og við höfum aftur eftir að safnast inn í skólastofuna. Ég vona það. Þetta er hrikalega skemmtilegt líka. Og maður finnur það líka að við sem erum vegna þess að þetta er sveigjanlegt nám sem ég er í og það er hluti hópsins sem er í mínu námi
vinnur þetta af öllum kosti í fjarnámi og við heyrum það alveg og höfum gert kannanir á því líka sko, að upplefanir okkar sem erum í staðnámi hún er mun betri á náminu heldur en þeirra sem eru í hreinu fjarnámi. Já. En Aðalbjörn Jóhannsson, það er búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við þig og bara vel gert að láta þér kveða, haltu áfram að skrifa greinar og rífa kjaft. Það var mikilvægt að við rífum kjaft á öllum aldurskeiðum og ég ætla að gera tilraun til þess að kalla Loga Má Einarsson í spjall hér á Samstöðinni til þess að bregðast við því sem við vorum að ræða. Maður veit aldrei, það er aldrei að vita. En bestu kveðjur norður og við fylgjumst spennt með framvindu þessara mála. Takk fyrir í bili. Frábært, takk. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.